Nú ætlum við aðeins að kíkja á normalkúrfu og hvernig við notum setastig til þess að leysa ákveðin dæmi tengdum normalkúrfum. Normalkúrfa er þegar við erum með einhver talnagögn og þau dreifast jafnt. Það er að segja, ef við myndum teikna mynd af gögnunum okkar, þá mynda þau svona jafna kúrfu. Kúrfan er ekkert alltaf alveg svona, hún getur verið aðeins öðru sér líka, ég ætla að sýna ykkur nokkur dæmi, en meðaltalið er þá hérna í miðjunni. Kúrfan getur líka verið svona, þá með meðaltalið hérna í miðjunni. En það sem munurinn á þessum tveimur kúrfum er sá að staðalfrávikið er minna hérna. Það eru fleiri nær meðaltalinu hér heldur en hér dreifast þetta meira. En við skulum gefa okkur dæmi, við erum með 20 manna hóp sem fer að borða á veitingastað og þeir gefa veitingastaðnum einkunn frá 1 og upp í 10 og þeir gefa veitingastaðnum meðaltalið og við gefum okkur að einkunnina dreifist eftir normalkúrfu og þá notum við gríska bókstafinn my fyrir meðaltal í normalkúrfu og það er búið að reikna út að það er 7 og staðalfrávikið sem við notum gríska bókstafinn sigma til þess að tákna, það er 1,2. Og það sem við eigum að finna er hversu margir gáfu 8 og minna. Það þýðir í raun og veru að við þurfum að finna, þetta er 7, það er helmingurinn. Í normalkúrfu er alltaf helmingurinn yfir meðaltal og helmingurinn undir. Og við ætlum að reyna að finna hvar 8 er hérna. Það getur verið hér, það getur verið hér, við vitum það ekki alveg. En til þess að vita það, þá notum við svokallað setastig. Og þá notum við ákveðna formúlu til þess að finna setastigin. Seta er jáft á x mínus my sem er meðaltalið deilt með sigma. Svo setjum við inn gildin, x-ið er 8, það er talan sem er spurt um, mínus 7 deilt með 1,2. Setjum bara inn tölunar fyrir meðaltal og fyrir staðalfrávikið. Út úr þessu fáum við 0,83. Og það er talan sem við notum svo í setatöflinu. Ég er með mynd af setatöflinu hérna. Við finnum 0,8, það er hér. Þá fer ég inn 0,8 töfluna. Þangað til ég finn 0,3. Þetta er 0,83 og þetta er þá talan. Og það sem þessi tala segir mér er að talan sem ég fæ er 0,2967. Sú tala segir mér að svæðið hér á milli inniheldur 29,67% af gögnunum mínum og það er þá rétt rúmlega 20% sem eru fyrir ofan 8 og þá þarf ég bara að rekna, þetta er nokkurn veginn 30% en er þá 30% yfir 8? Nei, það er ekki 30% heldur 80% því ég verð að gera ráð fyrir þessum 50% sem eru hérna megin því ég var með 8 og minna. Ekki 8 og niður að meðaltali, heldur allalið niður. Þannig ég þarf að bæta þessum 50% við, þannig að þetta er 30% pluss 50%. Það eru 80% af 20 og 10% eru 2, þannig að það vantar 4. Það eru 16 sem gáfu 8 og minna. Svona nýtum við þessa setatöflu til þess að finna þetta. Í raun er þetta þannig að þessi tala hér er 1 staðalfrávik frá meðaltalinu og þannig getum við fundið út, það er hægt að fara upp í 2 jafnvel 3, þannig getum við fundið út hvernig við leysum ef við spurtum hversu margir voru til dæmis einu staðalfráviki fyrir ofan og neðan og þar á milli, þá notum við þessa tölu, það væri þá 2 sinnum ef við varum 1 staðalfrávik fyrir ofan og 1 fyrir neðan. Til dæmis hérna pluss 1 sigma og mínus
sigma og ættum að finna svæði hérna á milli, það væri þá bara 2 sinnum 34,13%. Þannig að það er hægt að nota þetta á fleiri netveg, en þessa töflu lærir maður ekkert utan að, maður lærir bara að nota hana.